Ready or not. 430, 431. Hér er verið að keppa í alþjóðlegri keppni. Við ætlum að heyra hvað stöðin Boxer 7 í Grundarfirði, fyrir hvað hún stendur og hvað er verið að gera hér. 438, 439. Hér er stunduð svona blönduð þjálfun, þrekþjálfun, ólympískar lyftingar, styrktaræfingar og bara svona blöndum svo öllu saman. Fimleikar. Já, fimleikar líka. Er einhver einn ákveðin hópur sem kemur hérna frekar en einhver annar? Það er mjög blandað og við erum með mjög góð breiðan aldurshóp sko. Það er alveg frá 15 ára til sko, 70 alveg. Já. 15 til 70 ára. Já. Alveg yfir 70 þannig að En það hefur verið mikill uppgangur í svona hreyfingu hérna á Nesinu og í Grundarfirði. Algjörlega, fólk er svona átt að segja á því að þarf ekki bara að vera í tækjum, heldur að nota eigin líkamsþyngd og einfalda hlutina aðeins. Og það er bara orðið mjög vinsælt af því að það skilar gríðarlegum árangri. og það er klálega að verða svona meira hvað hreyfing er mikilvæg bara fyrir góð lífsgæði. Þannig að mér finnst það svona fólk er átt að segja á því hvað það er mikilvægt. Hvað er það sem þið nýtið svona helst? Hér eru ákveðin tæki og tól, eru þið líka að vinna bara með umhverfið? Við erum með bara mikið af fáum tegundum af tækjum af því við þurfum að geta verið með stóra hópa. Við meðum við að salurinn getur tekið 20 manns í einu við að gera sama hlutin. Það eru með 20 stangir, 15 kardiótæki og svo sumrin þá reynum við að fara mikið út og hlaupa og jafnvel að taka allt dótið út til að bara svona nýta íslenska sumarið sko. Nú er að fara fram mót, bara alþjóðlegt mót, Open 2020. Eru þið þáttakendur þar? Já, við erum að taka þátt, það er svona, ég heldur séum 8 sem erum að taka þátt í af 30 okkar manna hóp sem er bara, já, við erum mjög sátt með það. Keppnin Open 2020, hvernig fer hún fram? Þá sem þetta kemur æfing á 50 dags miðnætti cirka, föstudegi, en svo í dag þá er fyrsti dagur til að taka æfinguna, svo hafa þau alla helgina og síðasti séns er að skila skori á mánudaginn. Þannig nú eru þau að taka svona fyrstu tilraun á þetta og vonandi dugar það hjá þeim. Skila því inn og geta svo með við hvað er standa í heiminum og Íslandi og allt svona þess. Þannig að stöð út á landi, Boxer 7, getur tekið þátt í alþjóðlegum keppnum? Já, og raunveru bara allar svona svipaðar stöðvar í heiminum er að taka þátt og ég veit ekki hvað eru mörg þúsund iðkenda sem er að taka þátt í þessari keppni. Stelpur, þið eru að fara inn í aðra æfingu Open 2020. Viljið aðeins útskýra fyrir mér út á hvað þessi keppni gengur? Þetta er sem sagt, það kemur æfing einu sinni í viku í 5 vikur og hún kemur sérst á 50 nótt, aðfarnótt föstudags og við höfum fram til mánudags til að skila skori í æfingunni. Og þetta er bara alls konar æfingar, fimleikar, kraftlyftingar, ólympískar, alls konar þolæfingar og það er svona ákveðnir staðlar sem þú þarft að fylgja til þess að taka æfinguna. Þú veist, það er mjög svona stíft það er sérst dómari á hverjum keppanda sem fylgist með að allt fari fram eftir settum stöðlum í rauninni. Þannig að við getum verið að keppa hér í Grundarfirði við, þú veist, Katrínu Tönju og þú veist, bara alla. Við erum bara að keppa við atvinnumenn og auðvitað við alla í heiminum, en aðalega erum við náttúrulega að keppa við aðalheitirnar, eða þú veist, er það ekki? Jú. Þannig að þið getur verið að keppa í alþjóðlegri keppni hérna heimi í Grundarfirði? Já. Hvað er það sem að gerist þegar svona stöð opnar hérna heima? Hvað gerir þetta fyrir ykkur? Vá, ég er bara þú veist, hvernig viðtal vill þetta verði, eða þú veist, persónulega bjargaði þetta lífi mínu, þú veist, á alls konar levelum sem ég er ekki viss þetta viðtalið að snúast en þú veist, bara, það er bara svo margt sem breytist, bara fókusinn á alls konar hluti, maður er bara endalaust einhvern veginn að bæta sig, þú veist, bæta sig líkamlega og maður er, þú veist, maður er bara endalaust góðu félagi, skilur, maður er alltaf að hjálpa einhverjum og maður er bara maður er bara alltaf að vaksa einhvern veginn, alltaf, þú veist, og ekki bara, þú veist, vöðvar eða þol, skilur, maður er bara, já. Gaman að mæta hérna, hitta alla sem er að æfa og gleðjast með þeim og svona. Já, þannig að það er rosa stuðningur í þessu og opaslega góður félagsskapur. Já, mjög góð félagsskapur. Þessi keppni sem að þið eruð að fara að leggja af stað í, hún tekur 20 mínútur og gengur út á hvað? Já, þessi æfing sem er þessa vikuna er 20 mínútur og við förum eins marga hringi og við getum af
Toaster bar og double-under sem tvöfalt sip og svo dumbbell thrusters heitir það, en það er með svona 2 handlóð. 15 kíló í sitt hvora hendi. Þetta leit út fyrir að vera hálfgerður dauði. Já, þetta var sannlega dauði, það má segja það. Hvað er það sem svona keppni gerir fyrir þig? Hún svona bara ýtir mann áfram í að vera svona bara, hvað ég segja, betri útgáfan af sjálfum sér og svona snýst aðalega að augra sjálfa sér og vera betri útgáfa af sjálfum sér. Ertu að keppa aðalega við þig eða ertu að reyna að miða við þessi stóru nöfn í þessum geira? Það er svona auka, myndi ég segja. Ég held maður fyrst og fremst maður sé svona, kannski að keppa við sjálfan sér svolítið. En auðvitað náttúrulega vill maður líka alltaf líka miða við aðra náttúrulega. Það er skemmtilegt að sjá hvað maður stendur kannski svona á alþjóðlegum mælikvarða, skulum við segja. Er ekki dálítið magnað að geta keppt í svona keppni, alþjóðlegri keppni hérna heima í Grundarfirði? Jú, það er sjálfsögðu magnað sko og gerir þetta svolítið skemmtilegt svona þjappar heiminn svolítið saman að geta tekið þátt í þessu svona litlu bæ eins og Grundarfirði og vera að miða sig við stærstu stjörnurnar í heiminum.